Heil og sæl kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Ég óendanlega þakklátt ykkur sem að hlusta og ég alltaf að sjá nýja fylgjendur og ef þú ert nýr hlustandi, endilega skelltu í eitt follow á podcast appinu í Apple eða inn á Spotify eða hvar sem þú ert að hlusta. Þá færðu alltaf fregnir af þegar nýjasti þátturinn berst. Það munu áfram koma út viðtöl annan hvern laugardag en ég stefni á að fara að gefa út jafnvel inn á milli svona litla heilsumóla, svona styttri útgáfur. Þannig að vonandi verður þetta bara áfram 4 þættir í viku. En í þessu viðtali þá kom til mín ótrúlega skemmtilega kona, eða stelpukona, sem að eiginsögn algjör orkusprengja með mjög litríka ferilskrá. Hún nú nýráðin skólastjóri Lýðskólans á Flateyri og hún brennur fyrir óformlega menntakerfinu og velferð ungmenna. Við ræðum ýmislegt skemmtilegt og áhugavert og ég ætla nú bara að leyfa þættinum að tala fyrir sig en ég verð þá bara að nefna að þið verðið eiginlega hlusta til enda því að hún segir okkur alveg ótrúlega sögu eða fæðingarsögu þar sem að hún fæddi dóttur sína í dyragættinni heima hjá sér. En það örugglega ekki margir sem eiga slíka sögu. En áður en við vindum okkur í viðtalið þá langar mig að sjálfsögðu að þakka mínum diggu samstarfsaðilum því að þau létta mér lífið við gerð þessara þátta og eins og þeir sem hafa einhvern tímann verið með hlaðvarpið þá þetta bara heilmikil vinna og þess vegna svo þakklátt að hafa þennan stuðning. Mér langar að byrja því að nefna að við erum með einn nýjan samstarfsaðila sem að mér langar að kynna hér inn. En það Geosilica Iceland sem íslenskt fyrirtæki sem framleiðir náttúrulegt fæðubótarefni í vökuformi til daglegrar inntöku sem hjálpa til við endurnýjun líkamanns frá toppi til táar. Og með byltingakenndri framleiðsluaðferð þá vinna þau steinefni úr jarðhitasvæðum Íslands og þróa 100% náttúrulegar og veganvottaðar gæðavörur. En kísill sem aðalinnihaldsefnið eitt algengasta steinefni heims og finnst víðsvegar í náttúrunni. Kísillinn hann gegnir mikilvægu hlutverki í mannslíkamanum og Geosilica auðveldar upptöku hans. Stofnandi og framkvæmdastýra Geosilica Fida Abu Libde en hún kom til Íslands frá Palestínu sem unglingur með stóra drauma og mikinn metnað. Og árið 2012 þá stofnaði hún Geosilica á teyminu sínu með mjög lítið fjármagn en mikla ástríðu til þess að ná langt. Hún sótti innblástur í þá gríðarlegu orku og hreinleika sem Ísland býður upp á. Og það bara mér mikill heiður að vera í samstarfi við þetta fyrirtæki og ég búin að vera að prófa að taka inn kísilinn í 2 mánuði og ég finn bara gríðarlegan mun á nöglum og hári. Ég var með þess að spurði daginn hvað hefði gert fyrir hára á mér, það var búið að síka svo rætt. Aldrei veitir nema þessi því að þakka. En það gæti nú líka verið einhverju af vörunum frá heilsu hillunni að sjálfsögða því að ég mjög duglega að taka inn Nutrileng og Astaxanthin, stundum magnesíum fyrir svefnin. En heilsuvara mánaðarins einmitt Astaxanthin og ég hef svo oft talað þetta og núna þegar sólin farin að láta sjá sig þá ótrúlega mikilvægt að taka inn Astaxanthin. Sko ef þið að fara til útlanda þá best að byrja allavega svona 3-4 vikum fyrir brottför í sólina og halda líka áfram að taka inn á meðan á sólarlandaferðinni stendur til þess að leyfa efninu að byggjast upp í líkamanum. En Astaxanthin hefur það að markmiði að vernda húðina, sérstaklega gegn frumudauða sem orsakast af útfjólubláum geislum sólarinnar, en ólíkt sólavörnum sem borin á húðina á sólardögum þá blokkar Astaxanthin ekki útfjólublá geislana og hindra því ekki geisla sem líkamann okkar nýtir til D-vitaminframleiðslu. Þannig að við myndum D-vitamin samt sem áður. Síðan það spíran og nú sumarsalati mitt komið á matseðil spírunar og ég búin að heyra svo geggjað hluti, fólk svo ánægt. Þetta geggjað sumarsalat. Ef þú ert ekki búin að smakka, þá bara verður eiginlega að skella þér á spíruna og prófa sem fyrst og leyfa mér að heyra hvað þið finnst. En þetta kál og spínat, síðan kjúklingur, það egg, 8 mínútna egg, eins og Rúnar kokkur kallar það. Á mörgum veitingastöðum þá eggin keypt tilbúin soðin en þau elda allt
á matselum sínum frá grunni, allt elda á staðnum og meira sé að sko dressingin búin til á staðnum á hverju mótni og þetta hindberja dressing sem mjög sumarleg, hún fallega bleik og hún ótrúlega góð og í salatinu líka agúrka, avokado, paprika og ristar kjúklingabænir sem gerir þetta svona ótrúlega crunchy og smá kasjúhneytur líka. Ég held ég sé ekki að gleyma neinu. En mér langar að lokum að þakka Virkja, fjórða samstarfsaðilana mínum og ég var einmitt í fjallgöngu í gær með vinkonu og við vorum svolítið að ræða þetta og hún spurði hvað markþjálfun væri og ég ákvað bara að sýna henni það. Þannig að ég sagði bara, heyrðu, tökum næstu 20 mínútur bara markþjálfarspjall, við erum ekki lengur vinkonur, nei, djók. Og bara á 5 mínútum þá fattaði hún hvað markþjálfun mögnuð og þetta svo falleg, þetta svo falleg hlustun og þetta svo einlegar einstakar spurningar sem að fá viðkomandi til þess að finna svörin innra með sér. Og í náminu hjá Virkja þá verður ótrúlega mikil sjálfsvinna. Þegar bæði æfum við okkur á hvort öðru, við sem erum í náminu, en líka bara svo mikið svona, maður fer svo mikið að velta fyrir sér alls konar hlutum, varðandi athyglina, varðandi meðvitundina, að vera meðvitaður umhverfi sitt og vera meðvituð hvert ég beini athyglinu minni. Af því að ef ég vel ekki hvert ég beininni, þá bara eitthvað annað sem stelur henni, eitthvað sem að ég vil helst ekki deyða tíma í eða slikt. Þannig að fara í nám hjá Virkja bara eitt af besta sem ég hef gert og ég búin að vera að segja það áður og mun segja það enn og aftur. Þannig að ég veit að nýhafið nám hjá þeim en það byrjar aftur næsta haust. Þannig að kíkja bara á virkja.is og þið getið meira sér að bóka ykkur frítt 20 mínútna viðtal hjá þeim. En þá held ég að það sé bara orðið tímabært að fara að hlusta á skemmtilegu Margréti Gauju og það sem að satt mest eftir hjá mér eftir þetta spjall var svolítið þetta sem kemur fram að við erum öll svolítið bara að lifa eftir svona ákveðinu fyrirfram skrifuðu handriti og pæliði svolítið í þessu þegar þið hlustið hvort að þið tengi við þetta og að þegar einhver brýtur út af vananum að þá verða einhvern veginn allir svolítið svona hissa eins og við séum eitthvað að storka einhverju normi. En allavega góða skemmtun og fylgiði mér líka á Instagram, Heilsuerla og takið þátt í maí heilsuáskorunum sem var að byrja. Hvet ykkur til að leita pásu bara að það byrjið og kíkja á heilsuáskorunina ef þið eru að hlusta núna strax í maí. Heyrði, ég ætla að hætta þessu blaðri, gjörið þið sér vel. Gestur minn í dag hún Margrét Gauja Magnúsdóttir sem kona margra hatta, hefur ekki bara að segja þannig? Jú, svo sannarlega. Ég hefði getað talið upp alls konar og ég ætlaði bara að leyfa þér kannski að gera það. Hver Margrét Gauja fyrir það sem ekki vita? Já, hvað hefur við langan tíma? Bara eins lengi þú vilt. Já, ég sem sagt 48 ára, gift, 3 barna móðir, og yngsta barn mitt að verða 15 ára og ég ennþá eitthvað neina að reyna að komast yfir það. Ég uppeldis- og menntunarfræðingur, kennsluréttindi, meistaragráðu frá Bifröst og í 4. háskólanáminu núna. Ok. Já, ég ætla að ná 5 háskólagráðum, bara að því að mér finnst það fyndið, sko. Já. Ég fyrir stjórnmálakona. Ég satt í bæjarstjórn Hafnarfjarðar 3 kjörtímabil. Svo var ég varamaður á þingi og var mikið inn á þingi í 3 ár. Já, 2013 til 16. Já. Þannig að ég var svona, mikið að brasa í pólitík. Þangað til ég svona eiginlega bara fekk ógeð af því. Ok. Og síðan þá að ég hætti pólitík 2018 að þá ég búin að vera svona að brasa og vasa í ýmsu en fer svolítið loksins aftur í ræturnar mínar sem að vinna með ungu fólki og þjónusta ungt fólk
á því, bara fólki á því æfiskeiði sínu og búin að vera í svona ýmsum störfum, ég á deildastöru ungmennahúsi, ég Hafnarfjarðarbæ og ég hef mikinn áhuga og brenn fyrir svona, hvað ég segja, öllu hinu, svona óformlega menntakerfinu. Ok. Óformlegum alls konar úrræðum. Hefur haft það lengi áhuga á því? Já, að því að þegar ég er 21 árs, þá byrjaði ég að vinna í félagsmiðstöð. Mér fannst það ógeðislega gaman. Og ég upplifði svo mikla töfra og líka það bara, ég fann að hvað góð félagsmiðstöð hefði líka geta reynst mér vel sem úlingur. Og en ég einhvern veginn hafði samt sem að ég náttúrulega kem inn í úlingsárum með smá svona pakk á bakinu, sko. Ég náttúrulega tók þátt í Eurovision með pappa mínu þegar ég 12 ára. Og ég reyndi að stunda vitan í Hafnarfirði, en ég var bara lögð bara í eineltiðar og var eiginlega svolítið svona vísa á dyr, sko. Einhver afbrýðissemi kannski? Já, hann var eitthvað sem voru ekki alveg nógu öruggir með mig á svæðinu. Og þannig að ég upplifði mig ekki velkomna, sko. Þannig að ég einhvern veginn stundaði ekki félagsmiðstöðina, sem að ég hefði svo sannlega þurft á að halda. Þannig að en þegar ég fer síðan að vinna í félagsmiðstöðu, þá upplifði svo magnaða töfra. Ég hef líka alveg verið kennari og verið að kenna náttúrufræði og samfélagsfræði og var að vinna líka sem náms- og starfsráðgjafi í menntaskóla, framhaldsskóla Austur-Skaftafellssýslu. CV-ið mitt mjög litríkt og skrautlegt. En komið svolítið svona aftur núna í ræturnar og orðin skólastjóri lýðskólans á Flateyri, sem að verkefni sem ég hef verið að fylgjast með alveg frá stofnun og dáðstað og á sjálf dóttir sem hann fór í svona lýðskóla í Aarhus í Danmörku í eina önn og upplifði þar bara mjög sterkt hvað þetta hafði gríðarlega jákvæð áhrif á hana sem manneskju og hennar sjálfsmynd og sjálfstraust og hún einhvern veginn kom heim bara, ég segi nokkur númunum bara einhvern veginn svona stærri og sterkari og í dag hef alltaf dáðst af þessu verkefni á Flateyri og inn í mér ég vola mikið landsbyðar túta, sko, ótrúlega satt. En ég Hafnfirðingur, en ég hef líka alltaf sagt, þú veist að Hafnarfjörður stærsta þorp landsins. Og þannig að, og bara að elska það. Mér finnst þetta geggjað val og framboð og úrræði fyrir ungt fólk. Hvað lýðskóli? Já, það von að spyrir. Sko, saga lýðskóli í Íslandi nokkuð mikil. Og við einhvern veginn því ég fer að gramsa í því, þá áttaði ég mig á því að það við erum ekkert að finna pjóli á Flateyri, sko, eða á Lunga á Seyðisfirði, við erum langt í frá. Saga lýðskóli í Íslandi alveg bara nær aftur til 1881 og hefur verið á vegum margra á ýmsa, það hefur verið íþróttalýðskóli þannig á Geysissvæðinu og síðan var í Skálholti og Reykholti svona kirkjulegir og svo eru bændaskólarnir hérna áður fyrr. Þeir voru mikið til lýðskólar og hafa verið lýðskólar í Reykjavík líka og bara alls konar. En auðvitað náttúrulega þetta samt alltaf upphafið af þessu í rauninni í Danmörku árið kringum 1840 og þá, sko, ég var að hugsa til þess að því ég var að vinna í mennta- og barnamálaráðuneytinu. Já, eitt af þessu neymdrópum á CV-inu mínu að við vorum að þegar vera að sína Vigdísarþættina og það svona ungt fólk í menntaskólanum í Reykjavík og allir, þú veist, ókslasætir og vorum byltingasinnar og hún mætti í strákafötum og svona og þá segir eitt samstarfsfélagi minn en áttum okkur bara samt á því 2% þjóðarinnar á þessum tíma var í menntaskóla. Já, vá. Mitt, þetta var náttúrulega það að fara í menntaskóla var bara fyrir forréttinda börn, sko, þetta var ekkert á alla færi og þetta var ekkert svona þetta norm, þetta gríðarlega norm eins og orðið í dag og það náttúrulega líka við náttúrulega allstaðar anstaðar í Skandinavíu og það hugsanna fólk á þessum tíma, hann heit Grundtvig sem að byrjaði í rauninni að grasa í þessu og vasast, að þegar við ferum úr því að vera svolítið svona þessi konungsríki meira í því að vera lýðræðisleg ríki,
að þá náttúrulega var fólk þarna sem átti að segja á því að við verðum að auka menntun, ekki bara líka til þess að fólk geti tekið þátt í lýðræðinu. Bæði að bjóða sig fram og kjósa og vera virkir þáttakandur í borgaralegu samfélagi. Og þá verðum við að auka einhvern veginn menntunarstig og þá var farið af stað með svona, já, þessa lýðskólafræði, það sem að í rauninni bara þessi opna stofnun, það sem að það hafa allir aðgang og það ekki verið að vega þig og meta þig hérna stanslaust. Þú veist að það bara, þú kemur að eigin og innri áhuga á forvitni og það byggt svolítið svona á samtölum og hérna heyrandi hljóði, ekki bara lesa bækur. Svo eins og við erum að gera núna. Og svona learning by doing og reynslunám og hérna allt eftir því. Það búið að vera þannig alveg frá upphafi? Já. Það nefnilega málið. Það búið að vera. En auðvitað hefur náttúrulega svo samfélagin breyst. Og hérna til dæmis eins og þegar það var að vera bændamenntunin út á landi, það náttúrulega kemur bara í ljósa, þú veist, við þurftum að mennta bændur til þess að verða betri í sínu, af því þeir voru náttúrulega svo sannlega að framlega fyrir okkur hinn mat og það þarf að gera það rétt og vel og hérna yrkja landið og dýrin og hérna, þannig að það svona, og þá fór við, þú veist, þessi lýðskólafræði líka að reyðja sitt í rúm sem að það svona námskeið og það að vera að mennta fólk og í dag þetta náttúrulega kannski aðeins öðruvísi. Við erum náttúrulega líka með núna fræðslumiðstöðar sem eru að keyra alls konar námskeið og menntaleiðir fyrir fullorðið fólk. En þessi hugmyndafræði, hún hefur lifað áfram og ennþá er þessi rúms hér á Íslandi, þó að við séum svo sannarlega eftirbátur hinna Norðurlöndana. Ég var einmitt að googla bara daginn. Það eru 3 mjög sterkir lýðskólar í Færeyjum. Og bara einn hér? 2. Það eru 2 hér? Já. Wow. Það eru 2 á Grænlandi, sko. Þannig að við náttúrulega erum ennþá einhvern veginn bara svolítið svona að átt okkur á þessu. Akkur heldur að það sé? Ég held að það sé bara hefð og ég held að við höfum bara alltaf verið svolítið svona að keyra á þetta formlega og ég held að efnahagsástand hafi líka svo oft með þetta að segja og þetta svona þessi innri hugsunarháttur okkar sem að við náttúrulega segja færum yfir á börnin okkar það að þú veist að bara klára stúdinspróf, fara og vinna og byrja strax að setja fyrir til þess að kaupa íbúð og þú veist eitthvað eins og við séum alltaf að missa af eitthvað sko, þú veist ef þú missir árúr eða 2 eða eitthvað þá bara fyrir við strax að reikna hvað það í peningum þú veist sem þú getur verið að afla þér tekjur til þess að leggja til liða til þess að kaupa þér. Ég held að svona við erum öll í ykkur svona þessu tannhjóli, alveg rosa grimmt, sko. En finnst þér þetta ekki samt aðeins verið að breytast? Mér finnst, þú ég menntaskólakennari. Já. Mér finnst rosa margir því ég spyr hvað ætlar að gera eftir útskrift og þá er rosa margir sem ætla bara að taka sér smá pásu eða þá að fara í ferðalag. Já. Eitthvað svona öðru. Og það náttúrulega kemur kannski líka til með styttingunni. Já, það er rétt. Það myndaðist náttúrulega þá kannski líka þetta aðeins meira, þetta svigrúm, sko. Og ég meina ég á dóttir sem er að útskrifast núna 19 ára á Flensborg, hún sem betur fyrir að ætlar ekki að fara að askvaða strax inn í háskólanám og ég byrjaði ekki háskóla fyrir 23 ára, maður minn fór ekki háskóla fyrir 35 ára, þannig að við erum ekkert óbærslega fljótþroska allavega í mínum ranni en En fyrir hverja er lýðháskólinn, nei ekki háskólinn, lýðskólinn á Flateyri? Hann er bara fyrir alla og bara alla sem að vilja efla sig sem einstaklingar, kannski prófa eitthvað nýtt, fara út fyrir þægindaramman. Ég segi alltaf að ef þegar við byrjum að stíga út fyrir þægindaramman okkar þar verður vöxtur og það að búa út á landi á Íslandi, það er alveg reynsla. Ég fór sjálfs skiptinemi og var einhvers staðar upp í Andesfjöllum í Argentínu en ég hef oft sagt að ég fekk meira menningasjokk þegar ég flutti á Höfn í Hornafjörð, sko. Það er það, þú veist að því að þú áttar þig á því að meira sig inn í þinni eigin þjóðu, þínu eigin landi búa margir ættbálkar, sko. Og mjög ólíka hefð og menningu og þannig að það er rosa reynsla að flytja á Vestfirði og í svona þorpins og Flateyri og og þú ert að standa á einn fótum. Þú þarft að skrifa undir leigusamning, þú veist, og því fylgir ábyrgð og skyldur og þú ert að taka þátt í samfélagi og þú ert ekki bara að taka þátt í samfélagi lýðskólans, þú ert að taka þátt í samfélagi Flateyrar og Ísafjarðarbæjar og þú
færð tækifæri til þess að tilheyra og hafa tilgang og líka prófa þið áfram. Við erum með 2 brautir. Önnur brautin kallum við hugmyndabrautina og þar eru þau svolítið svona að smakka á alls konar listformum og efla sig sem listamenn og kannski líka finna, þú veist, hvaða listform þau vilja að einbytta sér að meira. Er þetta 1 ár? Já, þetta eru 8 mánuðir. 8 mánuðir. September fram í, það er útskrift núna hjá okkur 1. maí. Og síðan erum við með útivistarbrautina og þar eru þau að prófa alls konar útivist, ísklefur og klefur og göngur og leiðsögn og þau voru að klára núna 2 vikna brimbrettanámskeið. Einmitt. Og ég veit að ég var bara, er það hægt? Já. Það er sko og hvað þá á Vestfjörðum, það er bara brimbretta himnaríki, skils mér. Þannig að það er þau náttúrulega líka bara fólk að reyna á mörkin sín svo sannarlega og uppgöta það að það getur þetta og líka það eru krakkar að æfa sig og þjálfa sig í bara félagslegum samskiptum og það er bara alls konar ástæður fyrir því að okkur ungt fólk kýsa að koma í lýðskólanum á Flateyri. Er það að koma beint eftir grunnskóla eða? Nei, þú verður að vera 18 ára. Þú verður 18 ára, já, ok. Þannig að það er svona, margir að koma beint eftir framhaldsskóla, margir sem að líka hafa, kannski er að taka sér pásu á framhaldsskóla eða formlegu leiðinni. Það er fólk sem hefur komið til okkur sem er búið með BA-próf í háskóla og er bara svona, þú veist, að halda áfram í einhvers konar leit og efla sig og ég sé það, ég er búin að vera þarna núna í 2 mánuði og ég sé það bara á hverjum einasta degi hvernig þessir hvernig þetta unga fólk er að vaksa. Það er alveg geggjað að fylgjast með því. Það er dásamlegt. Og ég held alltaf eftir hvert einasta vetur að þá er hægt að segja eitthvað svona ótrúlega skemmtilegar sögur af árangri. Hvort sem að hann er prívat og persónulega fyrir hvern og einn eða einhver hefur fundið bara sinn framtíða starfsvettvang eða alls konar. Svo náttúrulega líka er fólk sem er mjög svo gaman að segja þetta að finna sér sín framtíða maka og 30% af börnunum í leikskólanum á Flateyri eru lýðskólabörn af því að þarna náttúrulega þegar ungt fólk kemur saman að það gerist alls konar og ástin gerist og þarna hefur ungt fólk ákveðið að setja stað síðan í kjölfari stofna fjölskyldur, þannig að það er dásamlegt. Já. Hvað eru margir nemendur í skólanum? Núna eru þau 17. Við getum vel tekið á móti allt upp í svona 26. Mér myndi finnast, svona 30 væri eins og staðan í dag. Svona kannski, svona þakið. Af því að, þú veist, hópandi mega heldur ekkert verðandilega of stórir, sko. Af því að þú vilt líka að þau geta fengið góða menntun og góða reynslu og tengjast kennarunum sínum. Kennararnir koma alls þar að. Við reynum að svo sannarlega að vera ekkert að leita langt yfir skamt og fá fólk sem að býra á Vestfjörðum. Þú veist, það er ótrúlega mikið af stórkostlegum listamönnum og ferðaþjónum sem að búa á Vestfjörðum, reynsluboltum og þau koma og eru með alls konar námskeið. Þannig að, en eins og gefur að skilja, það er þetta lýðskóli og það er ekkert námsmat. Þú fær ekki engun, en þetta færðu hrós og hvatningu og stuðning. En þannig að það er svona, þetta er svona námskeiða miðað og þetta er svona brotið niður í það. Svona viku til 2 vikna námskeið. Já, alltaf svo nýtt og svo tekur annað við. Já. Það er mjög sniðugt fyrirkomulega. Ég myndi að lasa á heimasíðunni, engin próf og engar einkunnir, ekkert vesen. Já, ekkert vesen. Nei, við reynum að hafa eins lítið vesen og hægt en auðvitað er það bara þannig að það sem að fólk er samankomin, þar er vesen. Og það sem að ungt fólk er mikið samankomin, það er svolítið mikið vesen. En við líka nota hvert einasta vesen til þess að reyna að læra þig. Og krifjum það og Ertu þá að tala bara samskipti? Já, það er bara alls konar vesen sem koma upp sem það er alltaf tækifæri til að læra af öllum mistökum og öllu veseni og það við náttúrulega eigum ekkert endilega að vera bara að gera það sem ungt fólk, við eigum náttúrulega að vera bara stanslaust að vinna með það sko,
En ég held að ef þú byrjar að læra það þegar þú ert ung manneskja, þá verður bara ennþá betri í því þegar síðan þú dettur inn á okkar aldur, sko. Algjörlega. En það stóð líka eitthvað þjóðfélagsleg áhrif lýðskóla. Já. Það svolítið áhugavert. Getur sagt okkur eins og því? Það náttúrulega í svona grunn hugmyndafræði lýðskóla. Bara almennt að lýðskólanir eigi að vera þáttakandur í sínu nær samfélagi og eigi að vera stuðningur og vera svona út í samfélaginu. Þú veist, þetta ekki lokar stofnanir. Þeir eru og það náttúrulega það sem lýðskólinn á að gera og ég ætla að reyna að vera með meira af, þú veist, við erum að halda listasýningar sem eru opið fyrir íbúum og síðan náttúrulega líka það að íbúar og Flaterar þykir rosalega vænt skólan og mjög styðjandi við hana þannig að ef að nemendur eru að koma og bara með eitthvað klikkar hugmyndir þá þarf ofta ekki að leita heldur í næstu hurð að þá eitthvað íbúið þar sem að kann þetta getur þetta og alltaf boðin og búin til þess að aðstofa með allt. Það alveg magnað, sko. Og þannig að við svona, þú veist, ég veit að það er leikfélag á Flateyri og þau sem hafa verið kannski með mikinn áhuga á leiklist, þau hafa verið að taka þátt í, þú veist, leikfélaginu og þau sett upp í fyrra Bláa hnöttinn og nú verið að skrifa nýtt leikrit og síðan, þú veist, að vera þessi svona opna stofnun fyrir samfélagið, að við séum að halda sýningar og vera stanslaust að bjóða íbúum að koma og líka og vera með okkur í því sem við erum að gera. Já, ég heyri að þú ert alveg komin á rétta hillu. Já, mér finnst þetta, sko, í hinu óformlega geta gerst svo magnaðir töfrar. Þegar að það búið að taka af þér líka pressuna á, sko, einkunni og matinu og öllu þessu, að þá, og við förum að vinna meira með þennan svona innri áhuga og forvitni og þá gerast bara ótrúlegir töfrar þegar að maður sér fólk fara og ná einhvern veginn að komast í þetta flæði og ég hef svo mikið áhuga á flæði, mér finnst það svo frábæra pælingar í kringu það og ég sjálf upplifði það á sjálfur mér, þú veist, ég þú veist, með alla þessa menntun en það stórkostlegasta sem ég hef gert fyrir sjálfur mig, það var að læra að fara að sauma þjóðbúning og á Höfn í Hornafirði í ykkur svona risalofti með fullt af konum frá Höfn og við vorum bara þarna heilu helgarnar læstar saman bara einhvern veginn og vorum að sauma allar þjóðbúning og bara vinna með höndunum og það var að vera að sýna okkur hvernig við ættum að gera þetta og það var svo mikið hlegið að því við vorum allir svo lélegar í þessu en þú veist, og það var líka svo fyndið, sko en að setja síðan uppi með hann afrakstur og fara í gegnum þetta ferli, þetta var geggjað og og ég upplifði alveg bara svona flæði á styrum einhvern veginn og það er svo mikið dópamín eða svo miklu gleðihormónar í þessu þannig að það er svo mér finnst þetta svo mikilvægt fyrir okkur sem manneskjur til þess að lifa góðu lífi að við einhvern veginn náum og að fara inn í þetta ástand og hvað þá í hópi með öðru fólki sem er með sama áhugamál og þú einhvern veginn og þá gerast ennþá meiri töfrar, sko. Þannig að með flæði áttu þá bara við að þú ert gersamlega bara í núvitund og þú ert ekkert að spá í neinu kringu þig. Nei. Er það ekki svolítið flæði? Jú, það er flæði. Og ég held að við þurfum í dag og í nútíma samfélagi að búa til vettvanga það sem að við getum meira komist í þetta flæði. Og sko, og mitt flæði ekkert endilega þitt flæði. Þú veist, það eitthvað sem að teka fyrir þig, teka bara alls ekki fyrir mig og og það er það sem er skemmtilegt við mannskepnuna. Við erum svo brjálega slag ólík. En við, þú veist, ef við búum til aðstæður sem að líka kannski eins og fyrir ungt fólk og eins og lýðskóli það sem að sko grunnpælingin bara umbrölindi, kærleikur, stuðningur og síðan bara verið að kasta inn alls konar verkfærum og þú bara að æfa þig. Stundum ferði í flæðið og stundum ekki. Þetta kannski bara námskeið sem að þú ert að takast á við, eitthvað sem hefur engan áhuga á. Þá þarf það náttúrulega líka bara kannski svona að læra auðmýkt og fara í gegnum það þó þið finnst það leiðilegt, af því það er líka lífið. Og en það bara, þetta svo geggjað ástand að komast í þetta flæði og það svo mikið, einmitt eins og segja, það svo mikið núvitundi og maður hefur enga þörf á símanum sínum eða einhverjum öðrum svona dópamíngjöfum. Ég var nefnt að hugsa þegar við vorum að koma hérna, þú veist, að
þegar ég var barna þá var svolítið svona algengt að vera að fara í sumabúðir og ég held einhvern veginn að við þurfum að fara að taka það aftur upp. Þú veist, bara símalaus og sumabúðir. Það sem að börn eru bara einhvern veginn og ungmenni eru einhvern veginn bara, já, að komast í eitthvað svona félagsleg flæði, sko. Af því að það er líka bara eins og þetta er náttúrulega svona heilsu hlaðvarp og þetta er bara svo ógeðslega mikilvægt fyrir heilsun okkar, fyrir lífsgæðir okkar. Að það er, þú veist, það eru allar rannsóknir sem orðið sem sína það hvað er langlífi og það er bara stæðsti þátturinn en það er félagslegi þátturinn. Ég veit það, hann verður oft út undan. Ég veit það. Þú veist, við erum alltaf að fókusera svona mikið á eitthvað hérna blóðþrýsting og allt það en það fólk sem lifir lengst er það fólk sem er í hvað sterkustu félagslegum tengslunum, sko. Og við erum svo misjöfn í því. Í fyrsta lagi þá náttúrulega bara fæðust inn í misjafnar félagslegar aðstæður með misjaft félagslegt bakland. Og síðan erum við bara misjafnlega fær í því að búa það til fyrir okkur sjálf. En það er ekki það að það er ekki hægt að læra það. Það er nefnilega svona hæfileiki eða hæfniþáttur sem sannanlega er bara líka hægt að æfa sig og rækta. En hann er bara svo geðveikislega mikilvægur fyrir okkar heilsu og lífsgæði. Hvað er heilsa fyrir þér? Heilsa er einmitt það. Ég náttúrulega hef einu svona upplifað það að missa heilsuna og það var ekki góð upplifun og ég endur skoðaði bara, ég fór í gríðarlega naflaskoðun það hvað heilsa væri mig mikilvæga því að fram að því, ég smitaðist mjög illa af COVID í mars 2020 og hérna var bara COVID-sjúklingur landsins nummer 826. Ég var í 4 vikur í einangrun og ég var bara mjög veik í heilt ár. Það sem að ég var bara lömuð. Ég var bara eitthvað neginn, ég gat ekki gert nokkuð skapaðan hlut. Og það að lenda einhvern veginn í þessu og það áttaði mig á því hvað ég var búin að taka heilsu mína sem sjálfsögum hlut og hvað var mikið hrokið í og ég var fljóta að átta mig á því að það var ekki bara það að fara og gera eitthvað líkamlegt sem keyrði mig í þrot. Það var oftar en ekki ef ég var í samskiptum við fólk sem tók orkuna mína. Það gerði mig veikt. Ekki það ég er ekkert að segja þetta sem vont fólk, en það bara sumt fólk hafði þannig áhrif á mig á þessu tíma að það gerði mig veika. Og þannig að ég fór líka að læra það, ég þarf að vera duglegri að setja sjálfur með mörk, setja öðru mörk og það er líka mikilvægt fyrir heilsu. Síðasti þáttu var einmitt meðvirkni? Einmitt. Þú veist, það er eitthvað sem já, það er eitthvað svona sem ég held að við þurfum að vera duglegri að átta okkur á. En ef þú hefur talað um í 20 ára meðvirkni, ég hef náttúrulega bara ekki hlustað á orð sem þú hefur sagt. En já, þannig að ég hef upplifað það og ég kjölfara á þessu veikindi mínum að það náttúrulega bara, þú veist, ég drekka ekki, ég reyki ekki, ég fer svo klukkan 10 á kvöldin, ég lifi mjög tíðindalitlu lífi, þannig sé þó að kannski samfélagsmiðlar segja annað, en ég tók mjög meðvita ákvörðun í miðjum þessum veikindum að ég ætla aldrei að vakna þunn eða veik og vitandi það að ég bjó til það ástand sjálf, vísvitandi sko. Eftir að hafa upplifað það að vakna bara svona veik á hverjum einasta degi og hafa ekki enga stjórn á því sko. Hvernig náðu þér upp úr þeim veikindum? Það er ég fór í sjósund. Það hefði rosalega mikil áhrif á mig og jákvæð. Og það er náttúrulega líka þetta ásalega við að vera flateri. Þú er náttúrulega með hvíta sandstrendur þar og ótrúlega geggjaðar aðstæður til að vera að hlaupa út sjó. Og fara í sjósund með góðu fólki. Það sem að það var að vera að hlæja líka. Það þetta er náttúrulega ógeðslega fyndið að vera eitthvað að hlaupa út sjó í Íslandi á veturnar. Og ég kjarnaði mig bara fólkinu mínu, fjölskyldunum minni og ég var fljóta að átta mig á því að baklandi mitt myndi koma mér líka í gegnum þetta. Það er þessi félagsleg tengsl sem að ég er svo lánsum að vera rík af og já, og svo bara ég hlustaði á hljóður, á podcast jákvæða sálfræði á hverjum einasta degi. Dr. Lori Santos var það besta vinkonu mín í þessum veikindum þegar hana. Nei. Hún er prófessor í Yale háskóla
og er með dásamlega hérna podcast sem heitaði Happiness Lab, en ég fór á Yale námskeið í ákværi sálfræði í miðjum veikindunum, bara svona til þess að reyna að halda haus, og það bara virkaði svona dásamlega vel. Þannig að hugarfar var líka bara mér mjög mikilvægt og vera alltaf að hugsa það, þú veist, hvað ætla ég að taka út úr þessu, hvernig ætla ég að nýta mér þessa reynslu til þess að koma út hérna standandi og hérna sterkari einstaklingur. Vel gert, af því að það er svo auðvelt að fara bara í fórnarlamshlutverk Já, að já. vera í svona stöðu. Einmitt. Og hérna, og svona með svona grósku hugafar, ég bara tók þá ákvörðun mjög hratt, sko. Og síðan maður verður að vera læs inn á sjálfan sig og inn á orkunum sína og leyfa sér að eiga líka þá bara þessa slæmu daga. Það er bara líka minn að segja mann eitthvað, bara herðu, þetta er bara komið gott, nú þarf þú bara að leggjast á hann kotta. Og ég hlýddi bara, ég hef ekkert alltaf verið mjög góð í því. Og svo útivist og náttúran. Og það er náttúrulega byrjað að gjósa 2021 og ég svona hægt og rólega, ég fór að leiðsegja aftur og er búin að vera starfandi líka leiðsögumaður síðasta áratug og byrja að leiðsegja þarna upp á og Langarhegg og Fagradalsfjall með hópa. Það var svona mjög þægilegt en það var samt, þú veist, útivist og ganga og ég reyndi alveg á mig og ég og þetta eldfjall þarna 2021 fór mér mjög sérstakt samband. Ég segi það var eiginlega eldgosið í hérna Geldingadal sem líka hjálpaði mér út úr þessu. Hvernig þá? Ég bara veit það ekki, það var bara einhvern veginn að því að ég þurfti að fara, þú veist, og var að fara með hópa og var að labba þarna upp og svo yfirleitt daginn eftir hérna hverja göngu og þá var ég í klessu, en svo bara var þetta alltaf auðveldara og þingan daginn eftir var þetta alltaf minni og áður en ég vissi þá var ég bara einhvern veginn fara hana, byrja að hlaupa hann upp og kastaði mig síðan í Klefavatn á leiðinni heim, sko. Wow. Já, en ég er alveg með þú veist, ég þarf að fara að vala. Ég þarf að hvíla mig. Og ég finna núna að ég er svona, ef ég er í miklum félagslegum aðstæðum og þá þarf ég alveg að kjarna mig. Ég þarf meiri tíma, kannski er það líka bara aldurinn, ég veit það ekki. En ég er svona með orkunum mín á heilanum ennþá, en ég held að það sé eitt slemt, sko. En þú hefur augljóslega verið mjög orkumikil bara alla tíð. Já, ég er með ADHD-greiningu, sko, og hef alltaf verið orkusprengja, sko. Ég held að það allir sem að þekkja mig náið er ekkert ósammála því. Þú ert leiðsögumaður svo líka athafnastýra hjá Siðmenn, sagði ég. Já. Ertu að sinna því alveg líka? Já. Ég er sem sagt á mitt litla fyrirtæki sem heitir Tófa Travel og það sem ég er að fara með pör í alls konar skrýtnar aðstæður. Ég elska það. Ég Þórsmörk og fara upp á Valahnjúk og giftaði þar. Ég fyrir með fólk upp á Jökul og giftaði þar og Sólheimajökul og Falljökul og Múlagljúfur og það er nefnilega, fólk áttar sig ekki að það er rosa mikið af fólki sem kemur til Íslands til þess að gifta sig. Og þetta er bara stórkostlega gefandi og skemmtilegt. Og það sem að ég hef kannski líka bara tólun og tækjun og aðstæðunar, þekkingun, reynsluna, menntun og það allt saman til þess að gefa svona kannski, þetta er oftar en ekki svona ungt, ævintýragjarnt fólk sem langar að kannski ekki endilega að gifta sig á Reynisfjöru og fara í svona skrýtnar aðstæður, fara í kannski smá göngu og svona, þá keyri ég þig og labba með þig og gifti þig á staðnum. Og hef eignast dásamlega vinir sem eru geðveikir ljósmyndarar og þetta eru stórkostlegir dagar, sko. Já, ég skal trúa því. Já, þetta er ógeðslega gaman. Og ég er að gera þetta meira fyrir það því að ég alltaf eftir svona fallega daga það sem maður er búin að eyða með brúðhjónum og í þessum aðstæðum að þá er hjarta mitt að alveg springa, sko. Já. Finnst þú að vera þá í þessu flæði? Já, algjörlega. Í þessum aðstæðum fer ég í flæði. Það er alveg þannig. Og þetta er svona minn hamingjustaður. Það þurfum þetta allir að finna sitt nefnilega. Ég hef oft sagt þetta, ef þú ert í starfi þar sem þau finnst þú aldrei verið í vinnunni, þá ertu í geggjuðu starfi. Já, þá ertu í flæði. Já. Þess að ég er að kenna ungbarnasund. Já. Og ég er búin að gera það núna í 19 ár. Mér finnst ég aldrei vera að fara í vinnu. Nei,
einmitt. Fyrir mig einasta þriðjudegi kem Einar. ég og ég bara kem illt í kjálkan og það er búin að brosa svo mikið Já, heim. ég veit það. Þetta er svo geggjað. Þetta er svo geggjað og líka það, þú veist, stundum er ég að fara í brúðhjónin eitthvað, á eitthvað hótel eða eitthvað og ég er spenntar hérna fyrir deginum, sem er mjög vandræðilegt. En já, og það er náttúrulega líka bara, það er svo ótrúlega forréttindi að fá að vinna við eitthvað sem að þú, já, ferð hlægjandi heim. Já. Ferð hlægjandi og ferð hlægjandi heim. Já. En auðvitað náttúrulega kemur alls konar fyrir og að það verður oft eitthvað svona erfitt, en í góðum hópi þá er hægt að leysa allt, komast gegnum allt. Skemmtilegt. En með þetta allt í einu huga því vorum að ræða eins heilsu. Já. Sko heilsa ungmenna. Nú, Já. ert þú búin að vinna svolítið mikið með ungmennum? Mm Finnst þér hann hafa breyst síðustu árum eða áratugum? Já, auðvitað, þú veist, hún er svolítið, sko, grunnurinn er alltaf sá sami. Ungt fólk og börn og sérstaklega úlingar eru félagsverur, eru svona svo litlir úlfar og koma saman í svona úlfahópum og þau hafa svo stórkostlega þörf fyrir að tilheyra hóp og eða einhverjum svona kjarna og að eiga vini og ég þarf ekkert að vera vinir þó það sé ekki nema bara vinur að það er svo ógeðslega mikilvægt fyrir þeirra heilsu og og einhvern veginn ég er ekkert endilega að segja hraðinn en auðvitað er það síminn og ég er ekkert skárri þannig sé sjálf sko. Þú veist, ég nota líka oft síma til þess að kjarna mig af því að þegar ég bara áritið er orðið of mikið að þá bara á ég að til ég bara zoom að fara inn í síma minn ég er ekkert endilega, það er ekkert eitthvað sem ég er að sækjast kannski eftir, ég er bara einhvern veginn að reyna að kjarna mig að reyna að ná tök á hausnum á mér sko. En þessar aðstæður eru orðnarsholdið miklu flóknari heldur en það var hérna þegar við vorum bara að banka á hurðina hjá hvort öðru að ringja í landlínu og spyrja hvort að Erla væri heima sko. Og og ég hef ekkert endilega þannig sé áhyggjur af sko líkamlega, jú auðvitað er einhver sem eru betri í því en ég að spá fyrir líkamlega heilsu ungs fólks og hvort hún sé á hrakólum eða ekki. Þú veist, við erum aftur á móti að setja ógeðslega mikið pening í alls konar íþróttarhefinguna og reyna að gera það eins aðgengilegt börnum og unglingum og mögulegt er sem að ég held að auðvitað sé náttúrulega gríðarlega mikilvægt. Að það er líka svo mikil félagslegur þáttur og félagsleg heilsa. En síðan gerist það aftur á móti eins og sérstaklega hjá stelpum að það er svona í kringu 15 ára aldrin og þá hætta þær. Og þá náttúrulega hafa þær ekki lengur, þú veist, þetta félagslega bakland í íþróttinu sinni lengur, sko. Og ég held að og ég hef kynst of mikið af fólki undanfarið sem að telur sig eiga vini en þeir eru bara allir í ykkur netimi. Og þú veist, ég hef hitt ungt fólk sem að lifir bara á kóreiskum tíma því að það er vinhópurinn þeirra í Kóreu og er frá Kóreu og þau eru að spila eitthvað og eitthvað svona og ég er ekkert endilega viss það að þessi vinskapur, jú hann auðvitað er hann eitthvað fyrir kannski einstakling sem að er ekki félagslega sterkur en hann getur ekki komið í staðin fyrir þetta. Augliti til auglitis og það sem við erum að koma saman kannski og vinna einhverju markmiði. Já, og læra að lesa í svipbrigði. Já, og upplifa þessa nánd. Og ég hef líka oft sagt sko að mér finnst að ég vera skylda í öllum grunnskólum og öllum framhaldsskólum, hversu stóra litlir þeir eru, að setja upp leikrit. Af því að það er stórkostlegt verkfæri að setja upp leikrit. Og að því að það þarf að það geta allir sem að vilja vera með fengið eitthvað svona hlutverk í þeirri framkvæmd og í þau verkefni sviðsmynd og smink miðasöluna og sjoppusöluna og markasteimið og þú veist að geta það og það að vera í hópi með þú veist öðru ungu fólki að búa til eitthvað og sjá svo afurðina og fagna því þú veist þetta er svo geggjað sko og ég held að við þurfum að fara svolítið aftur í þetta einhvern veginn að búa til þessar aðstæður fyrir unga fólki og aðstoða þau til þess að
þess að komast aftur úr netumum yfir í raunheima og fá þessi félagslegu tengsl og samskipti. Ég hef ágjörð af þessari hilsu. Já. Hvernig sérðu fyrir að við getum gert þetta? Annað en að setja upp leikrit. Annað en að setja upp leikrit. Við verðum að búa til aðstæðunar. Við getum heldur ekki bara setja hjá og bara sagt að þau verður bara að gera það sjálf. Símalausi skólar, bara allir. Ég veit ekki hvort ég hef eitthvað að þannig sé skoðun á því sko. Ég held að það sé óraunhaft. Ég bara því miður. Ég eitthvað en séð að getur vel verið náinn í framtíða, þá það lausnin en við verðum bara eitthvað neginn að vera virkari og duglegri að vera með val. Þetta til dæmis eins og þegar ég var, þú veist, þú getur einhvern veginn ekki tekið eitthvað og búið ekki upp á neitt annað í staðinn. Akkurat, já. Og það virkar líka sérstaklega ekki fyrir ungt fólk, sko. Ég man þegar ég var með Hamarinn í Hafnarfirði og þau vildu endilega selja Nokko í Hamarinum. Og ég var ekki hrifin af því. Hamarinn var Ungmennahús. Já, 16 plus félagsmynd í Hafnarfirði. Dásamli félagsmynd. Eða ungmennahús. Þau, og í staðinn fyrir að sko segja bara nei, ég vil ekki selja Nokko eða Collab í þessari félagsmyndu. Þá sagði ég, herðu, tökum þetta bara út og ég fór bara keypt sódastrýmvílar og svona eitthvað bragðefni og eitthvað svona, herðu, frítt í staðinn, skilji. Við verðum að bjóða upp á eitthvað annað. Heldur ekki hægt að segja bara við ungt fólk, ekki drekka, ekki gera þetta. Við þurfum þá að geta búið upp á eitthvað annað. Sæði, herðu, ekki vera stund að þessa neikvæða hegðun, ég ætla að sýna þér annað jákvætt og skemmtilegt sem hægt að gera. Þess að þú getur komist í jákvæð samskipti og í flæði. Þannig að ég er ekki á því að búið og bönn endilega sé alltaf, og sérstaklega þegar kemur úlingum, hefur það hingað til ekkert alltaf verið reynst mjög ánægusríkt. En við verðum já, einmitt. Og þú veist, við verðum að bjóða, hafa eitthvað val. Bjóða þó upp á einhvern annan vettvang sem heilbrigðari og skemmtilegri. Já. Og það sem boðið upp á alls konar flæði. Af hverju heldur þú að hafa svona brennandi áhuga á að vinna með úling eða ungu fólki? Ég veit það ekki. Ég náttúrulega bara fór að vinna í félagsmiðstöð og það bara kviknaði á okkur ljósapærum í hausnum á mér. Og ég fór í pólitík að því að ég ætlaði að opna brettagarð í Hafnarfirði. Að því að ég fekk nóg eftir að vera búin að fara í 2 jarðarferðir hjá ungum hjóla brettadrengjum sem voru virkir í félagsmiðstöðinni hjá okkur. Og ég bara, nei, þú veist, við verðum að bjóða þeim upp á eitthvað annað. Hvað létust þeir þá? Úr sjálfsvígum. Já. Og fór í neyslu að því að það náttúrulega líka var kannski svolítið svona þá í kringum þá menningu, þú veist, og við þurfum að breyta því og við breytum því ekkert við tökum ekki aðum hjólabrettin við breytum því með því að bjóða þeim upp á geðveika aðstöðu og þjálfara og jákvætt, peppandi, skemmtilegt umhverfi, það sem þeir geta fengið að vaxa og dafna og vinna með hópin. Mér finnst við líka svolítið svona við erum búin að gleyma því að því að úlingar og ungt fólk svo miklar hópsálir að við erum alltaf að taka þau úr hópnum og senda þau til sálfræðings eða senda þau til ráðgjafa, en við þurfum síðan fara þau alltaf aftur inn í hópin og hópa stemninguna, við þurfum líka að vinna með hópin. Já. Breyta kúltúrunum kannski inn í hópnum. Akkurat. Ná að, þú veist, kenna þeim sem hóp jákvæðir samskipti sín á milli og bjóða þeim upp á eitthvað annað heldur en að hanga fyrir framan hagkupskeifni og stunda óæskilegar alls konar hegðanir. Hey, komið hérna með okkur, við ætlum að sýna ykkur, við ætlum að koma og gera eitthvað annað geggjað. Ég ætla að fara með ykkur jökul, ég ætla að fara með ykkur hæsbak, ég ætla að fara með ykkur, þú veist, sína að það svo margt annað í boði og við erum líka að takast á við samfélagslega breytingar sem við erum bara með hópa og ungu fólki, börnum, ungmennum og það sem að þau hafa bara aldrei fengið að kynnast neinu jákvæð. Og þá er okkar sem samfélag, við berum ábyrgð því að þá að sýna þeim að það annað í boði og tengja þau inn í það. Og ég held að ég náttúrulega var að vinna líka einu sem lögga. Ég sá ýmislegt sem þar með þessa ferilskrá sko. Það ekkert slæmt. Nei. Við erum búin að hlæja henni svolítið í dag og ég veit ekki, ég elska þegar ég sé ljósapjörnar kvikna hjá þeim og þessu ungu fólki og það uppgötar hvað það megnugt og hæfileikana sína og að þau eitthvað neginn með þess að þegar þau uppgötar það, ég með þennan stórkoslega hæfileika, ég get gert það atvinnu
þú veist, ég get lifað á þessu eða einhverju tengt þessu eða já og já, þau sjá hvað þau eru stórkostleg og hvað þau geti í rauninni átt gott líf og sínum forsendum sko. Ég held að ég sé líka kannski alltaf að reyna að vera manneskjan líka sem að ég hefði svo þurft á að halda af því að ég var alveg sturlaður úlingur sko. Og ég hefði svo innilega þurft á konu eða einhverjum sem hefði sagt mig, veistu að þú bara alveg ágætt sko. Og ég kannski, já, ég ætla að vera þessi kona fyrir aðra. Fallegt. Já, ég alveg komið tár í Já, ég meina já. Af því það alltaf einhver ástæða bakvið, þú veist, þegar maður með svona brennandi eldmáð. Já, og svo líka bara sína rannsóknin bara svart og hvítu fram á það og ætlar að efla til dæmis bara þrautseig og seglu hjá börnum og ungmennum. Það þarf að bara einn. Já, einmitt. En finnst þetta skólakerfið, bara almenna skólakerfið, vera pínu, kannski ekki á villigötum, en mætti alveg kannski aðlagast aðeins? Já, ég held að. Ég held að og ég hef svona smá ágjör, hvert erum við að fara? Ég veit ekki hvað liggur á bakvið almennilega, en það er verið að leggja niður fjallamennskunámið í FAS. Og það er verið að leggja niður kvikmyndaskólann. Og það eru örugglega einhverjar góðar gildar ástæðar, fjárhagslegar og Excel-skjöl og eitthvað alls konar. En þarna fer oft en ekki ungt fólk sem ekki að finna sig í hinn hefðbundna námi. Og ég veit þetta er dýrt og allt það. En hvað ef við missum þess að krakka í eitthvað annað? Það er líka ógeðslega dýrt. Og mér finnst við verðum að vera með geggjað hlaðborð af alls konar. Til þess að við erum bara svo ólík. Við erum 8.000 milljón manns á plánutinu jörð, labbandi innum með mjög flókinn taugakerfi. Það er enginn af okkur eins. Og það er svo mikilvægt að aðstoða ungt fólk eitthvað til þess að finna sér og sinn farveg í heilbrigðu ákveðu umhverfi. Þannig að ég hef svolítið ágjörði, þú veist, hvert við erum að stefna með þetta, sko, ætlum við að straumlínulega þetta allt saman, að því að við erum ekki straumlínulega lífverur, sko. Þannig að ég er með smá ágjörði af þessu. Hvert, að því að, ég hef líka til dæmis bara séð, þú veist, unga stráka sem að hafa, og stelpur, sem að hafa ekki fundið sig í hinnu hefðbundna skólakerfi, sko. Þú veist, þetta eru stórkostlegir, oftar en ekki jöklaleiðsögumenn. Og bara með þeim bestu sem að ég hef hitt ekkert eitthvað fólk með einhverjar mastersgráður, en þetta eru sko þaulreyndir fjallaleiðsögumenn sem geta lesið aðstæður bara eins og á bakendurna á sér, sko. Og listamenn og kvikmyndagerða fólk og þú veist, þarna eru ótrúlegur mannur og ég er einhvern veginn hvert ætlum við að vera þarna sem við þjóða, ætlum við að vera bara með MH, ekki það, MH er aðeinslegur því ég veit að hann er að ná svo sannarlega til að mikið af krökkum sem koma í lýðskólan og Flateyri hjá MH. Gaman, já, ég bara elska fjölbreytilegan Já. Við sitjum sérst inn í bókasafni MH taka upp. Og þannig að já, ég mér finnst að við verðum að passa upp á hlaðborðið, sko. Já. Þetta er kannski svolítið það sem þú varst að nefna áðan, að það er einhvern veginn bara við förum svolítið út í lífið með fyrirfram ákveðið handrit að við eigum bara kláraleikskólan, svo grunnskólan, svo framhaldsskólan, svo háskólan. Bara línuleg dagskrá á lífinu. Svo okkur fyrir íbúð og eignast maka og eignast börn, gift okkur og það er allir bara með þetta handrit og ef einhver gerir öðruvísi þá eru bara, Ég veit það. Og þá var hann að ögra handritinu og okkur finnst það stundum svolítið óþægilegt. Það kemur einhver og segir bara, nei, ég ætla ekki að gera þetta. En samfélagið er líka allt stílað í kringum þetta handrit. Þú veist, ef þú ætlar að eiga fjölskyldu, þá ætlar að vera í þessu handriti. Ef þú ætlar að eignast húsnæði, þá ætlar að vera í þessu handriti. Ef þú ætlar að eiga heimili, þú veist. Og ég held að þetta sé einmitt þessi pressa sem ungt fólk er að upplifa svo sterkt og er svolítið að streitast oft á móti, sko. Og líka svona litlu samfélagi eins og Ísland er. Já. Þá er þetta oft svolítið einsleitt. Ef þú byggir í Bandaríkjunum þá er fjölbreytt, það er svo öðruvísi, það er svo margt öðruvísi. Ég veit það.
og ég, til dæmis, þú veist, ég er alltaf jafn hissa að því að sko, stór hluti af þessu unga fólki sem ég er að gifta hérna sem eru Amerikanar og alls staðar heiminum hérna upp Kvipan og Kvapin, það segir mér, nei, við ætlum ekki að eignast börn og ég bara, ok ég minnst ekkert á eitthvað þannig það í athöfninni, þú veist, þau eru bara svona tryggja það að ég fari ekki í eitthvað flug með það í miðri athöfn en þetta er bara vaxandi val og mér finnst það bara, þú veist stórkostlegt og ég vissi þegar ég var ung, ég vissi ekki hvernig ég hefði þetta val. Ég bara fylgdi handritinu, sko. Alla leið. Við höfum nefnilega bara alls gert það, sko. Já. Þetta er eins og vinkona mín og maðurinn er að búa í sikkur landinu. Já. Og fyrst fannst mér þetta svo skrítið. Ha, er það bara hægt? Já, ég og maðurinn minn búum á sikkur landslutunum. Já, akkurat. Og fólki finnst þetta mjög skrítið. Já. En það virkar fínt fyrir okkur, sko. En já, þetta er svona, við þurfum held ég líka einhvern veginn oftar en ekki á einhverjum tímapunkti og sérstaklega á þessu æfiskeiði sem við erum búin að vera svolítið að tala hérna núna að staldra bara svolítið svona við stoppa og fá tól og verkfæri þú veist, og það sem við fá bara svo líka frið og að Flateyri fær maður frið hvað vil ég? Hvernig lífi vil ég lifa sko? Og hvað gerir mig hamingjusama hvað gerir mig glaða og hvað gerir mig leiða og hver er gildin mín og sýnin mín og hvert ætla ég að fara með þetta saman. Þannig að ég held að því að við erum endalaust alltaf bara einhvern veginn að keyra klára einingar, ná þessu prófi, útskrifast, svo þetta að við einhvern veginn, við þurfum að stoppa og svona sjá heildarmyndina hvernig líf vil ég. Ef ég hugsa tilbaka því ég var 18 ára, ég var bara í algjörlega að fylgja einhverju handriti því ég bara hugsaði tilbaka núna ég stoppaði aldrei og hugsaði hvað vil ég ég kifti mér út úr aðstæðum þegar ég settist niður með foreldrum mínum 17 ára og sagði ég er að fara sem skiptinemi á hinum einu á hnöttin ég var bara ekki í góðum málum þú veist ég var að djamma alveg rosalega og þú veist þarna á þessum tíma þú veist það voru alls konar eiturlyfjadettin, mikið spýt og ecstasy og reif kúltúrinn og allar tekinn og ég var alveg komin líka var að stefna hraðbyrinn í það partí og ég bara kifti mér út ég sagði bara, og mamma og pabbi voru bara, trókslega dýrt ég bara, já, en hitti er líka mjög dýrt þannig að þetta var stórkostlega ákvörðun sko. Og besta sem að ég hef gert ef ég hef þakklátt foreldrum mínum fyrir eitthvað, ekki það ég á stórkostlega foreldra, en ef ég þakklátt fyrir eitthvað þá er það að hafa gefið mér þetta ár. Upp í fjöllunum í Argentínu. Þetta var bara, ég bara svona staldraði þess við. Bara, og lærði svo margt nýtt og sá svo margt annað og gat þar að leiðandi líka verið með meira val hvernig lífi ég vil lifa. Nú er ég bara að hugsa upp átt að ef maður myndi gera þetta á þessu aldurspili 16-20 ára einhverstaðar, staldra við þá væri kannski ekki jafn margir einhverjum miðaldar krísu skilur að því að það er allir einhvern veginn að klessa á vegga því að við erum bara búin að vera að fylgja handriti og erum bara að fara á hamstrahjólinu og meðvituð okkur sjálf við erum ekki tengslum við okkur sjálf. Nei og á hamstrahjólinu þá líka sko gleymum við oft þetta er mikið vaðast á öllu þú veist og það eru fjölskyldan og síðan er það kjörfjölskyldan af því að það er margir sem að velja sér sína fjölskyldumeðlumi líka og hvað þessi djúpu vinatengsl og fjölskyldutengsl eru bara það eina sem skiptir máli sko. Og í lýðskólanum á Flateyri alltaf eignastu vini fyrir lífstíð. Nei, að því það er verið að búa til alls konar aðstæður og það er bara, ég eignaðist 2 vini þegar ég var í Argentínu og við erum ennþá ofboðslegir vinir í dag þó að heimsálfun skilja okkur að sko. Að það voru bara tengsl sem við myndum þarna sem að það er enginn sem getur stigið inn í þau sko. Eða komið einhvern veginn inn í þann reynsluheim sem að við byggum okkur til saman í þeim aðstæðum sko. Það var samlegt. Já. Þannig að, mér finnst það svona, og ég er ótrúlega þakklátt fyrir það að dóttir mín gerði þetta. Hún fór þarna, þó ég hefði viljað svo sannlega hefði verið lengur, en hún var þannig eina önn. En hún eignast þar vinni fyrir lífstíð. Þetta er mjög algengt í Danmörku. Já. Þeir eru að gera þetta mjög vel. Enda líka er þetta bara stórir og miklu skólar og
og það er náttúrulega alls konar svona sem að við þurfum, ef að við viljum byggja upp lýðskóla á Íslandi þá þurfum við að breyta ýmsu, men við bara til dæmis sko, þú getur ekki fengið námsmannavísa ef þú kemur til Íslands og í lýðskóla sem er miður og þú veist á meðan að það er ungt fólk allstaðar á nettunum að koma saman í lýðskólum í Danmörku sko, sem að gera líka bara lýðskóla reynsluna miklu dýpur og skemmtilegri fyrir alla sko. Já, kynast nýri menningu. Já, og þannig að ég er alltaf að reyna að pöngast í alveg 27. grein útlendingala getum við breytt íni en Alþingismaðurinn Já, ég er að pöngast í öllu þingmannavinum mínum og komið viðbjóð en það er bara svona, já, alls konar en auðvitað náttúrulega enga síður samt sem áður að þú veist, það væru ekki þessi 2 lýðskólar í Íslandi nema að væri fyrir stuðning mennta- og barnamálaráðuneytisins sko. Hvar er hinn lýðskólinn? Lunga og Seyðisfirði. Seyðisfirði. Já. Já, þú nefndir það. Já. Einmitt. En að því varst að tala um útlendingalög, er það ekki rétt að þú varst að vinna með flóttamenn eitthvað? Flóttamennum? Jú. Þau voru mikið hjá mér í hamrinum, ungt flóttafólk og hef þar að nefnd fengið að kynnast þeim aðstæðum og þeirri hlið mjög vel sem að já, er flókin og erfið og þung en líka samt sem aðra er þetta stórkostlegt ungt fólk sem að er mörg hver með stöðu núna á Íslandi og er að reyna að fóta sig í íslensku samfélagi þannig að það er líka búið að vera stóra mikill reynsluheimur sem að maður tekur með sér í allt sem að maður gerir þau eru alltaf með mér þetta unga fólk ef ég er eitthvað bara að fara að væla eða kvarta og þá bara hugsa ég til þeirra og segja æg og þegið Hvaðan voru þessi flóttamenn? Sem að ég hef kynst þau eru frá Gaza og frá Venezuela og stríðs helst. Já, og ég náttúrulega tengist líka svolítið svona sterkt inn hjá krökkunum frá Venezuela því ég náttúrulega tala spænsku. Þannig að við náðum náttúrulega að fara í miklu dýpri samskipti heldur en ef ég náttúrulega myndi ekki tala spænsku. En það var náttúrulega líka eina af þessu gjöfum sem ég fekk fyrir þessa fjárfestingu foreldra minna við að senda mig til Suður-Ameríku í heilt ár. En já, og ég myndi einmitt, og ég sé svo mörg tækifæri fyrir ungt íslenskt fólk að Erlendsbergi brotnu að koma í svona lýðskólaprógram að því miður þá er það nú svolítið þannig að skólakerfi okkar er svolítið loka þeim sem tala ekki íslensku en þarna er hægt að valdeblast og læra íslensku og fara í flæði og myndavina tengsl og þannig að ég er að reyna að finna leiðir hvernig við getum fjármagnað að því að ég bara horfi svona yfir hópi minn af mínum krökkum eins og ég kallaði að þá þú veist hvert eitt og einasta er að hefði grætt svo rosalega á því sko að fara í gegnum svona prógram og veist, núna eru þau bara eitthvað neginn í láglauna vinnum að reyna að lifa hvern dag sko þetta er við búum ekkert í ódýru samfélagi til miður Já, þetta er búin að vera ótrúlega gott spjall. Þegar ég var undirbúin Ég er bara búin að tala. Til þess komst? Já, ég veit. En þegar ég var undirbúin mig þá svona skoði nú eins og maður gerir netið og svona og rætti við fólk sem kannast við þig og svona. Ok. En þá var ég frétt að þú ættir ótrúlega sögu að þú hefðir fætt eitt af börnunum heima hjá þér og það verið rosaleg saga Já, þetta er rosaleg saga Er það eitthvað sem við deila með okkur? Já, ég skal deila henni hún er mjög góð sko en það var árið 2006 að þá er ég ólétt af mínu öðru barni ég sést á Björk, hún er fædd 1998 svo verð ég ófrísk af Rósu og hún fæðist á sinn einstaka hátt 31. júlí 2006 þá sumarnótt en ég sem sagt var með smá svona sko á tilfinninguna að þetta gæti einhvern veginn ekki gæti farið kannski út í eitthvað vitleysu að því átti Björk mjög hratt miðað við fyrsta barn
og þú veist, og þegar ég var að sitja með vinkonum mínum sem var allar búin að fara eitthvað í gegnum 2-3 sólarhringa fæðingu, þú veist, og ég alltaf bara ekki að tengja neitt, að því ég var bara í 5 klukkutíma að fæða hana frá upphaf til enda sem örugglega einhvers konar met. Og síðan ég þarna kasóleit af henni Rósu og komið 39 vikur og það var gaman að segja frá því að þar bara nokkru dögum að hún fæðist að þá situr heima hjá mér í Bjarnabæ í Hafnarfirði 2 strákar, Sigursteinn Ardal og Pálmi Hlöðvuson, handboltamenn í FH og Steini sem sagt, Sigursteinn Ardal frændi mannsins míns og þeir eitthvað að spjalla saman og þetta svona mikilvæg hluti af sögunni og Pálmi þá að læra að vera að vinna á sjúkrabíl, sjúkraflutningamaður og hafði aldrei upplifað fæðingu og átti ekki börn sjálfur og ég hann að kasólét og maður minn hafði upplifað einu svona fæðingu og hann stóð sig ekkert endilega sérstaklega vel í þeirri fæðingu þannig að Pálmi svona og ég og Pálmi fyrir bara að ræða það alvarlega bara, herðu, akkur kemur ekki bara og ert viðstaddur þegar Rósa fæðist þú þarft hvað sem einhvern tímann að sjá þetta og upplifa þetta og við vita hvað þú ert að gera og mér veitti bara ekki bara þau reyndum handboltamanni hérna til þess að peppa mig að því að maðurinn minn lamast bara og við vorum eitthvað svona hlæja þessu og ég bara, mér alveg sama, ég bara, já, Pálmi frábær strákur og þetta var bara svona mitt framlag til læknavísinda og sjúkraflutninga manna á Íslandi og nema það að síðan kvöldið 30. júlí að þá erum við bara í göngutúr við hjónin og fallit sumarkvöld og erum bara eitthvað svona strunsa Hafnarfjörð og þá ég á heima þess að skápindamóti samt í Hospítala. Árið 2006 var þar starfsemi og það voru oft sjúkrabílar að keyra upp og niður götuna og þegar ég lappa upp götuna og þá einmitt kemur Pálmi á sjúkrabíl og hann segir svona, hæ, hvað segir þið og eitthvað, þetta að fara að gerast og ég segi bara, já, herri, ég hringi bara í þig þegar það gerast og þú bara mætir og hann bara, já, ha, keyrir í burtu. Lítið vissi hann að það yrði síðan á endanum hann sem klippti naflastrenginn og var fyrstur á vettvang. En svo fyrir við bara að sofa og svo vaknaði ég nóttina og fyrir á klósettið eins og maður gerir þegar maður kasóléttur og þá bara svona missi ég raun eitthvað í klósettið. Þú veist, betur verið að vera sitjandi á klósettinu. En ég veit, þetta ekki kannski fallisaga, en ef að þið konur að hlusta þið vitið nákvæmlega hvað ég að tala um. Ég get bara sagt þetta eins og þetta Þú veist, það var bara svona, kom allt. Og þá greinilega, ég hugsa eftir þá var þetta, ég líka missa vatnið. Og líka verið bara svona hreinsun. Þú veist, ég er bara svona, shit, þú veist, hvað að gerast? Geng bara frá því og þá bara byrja hríðar. Bara á 2 mínútna fresti. Bara hardcore. Og ég fer og vek manni minn og hann náttúrulega bara kvítnaði og hann bara, við erum að fara inn á spítala og hann hringir í foreldra mína sem heima líka í Hafnarfirði og lætur við vita að við erum að koma með elstu dóttur okkar til þeirra því að hann ætla að fara með minn á spítala ég er bara eitthvað að reyna að gramsa taka mig saman og fara í föt og eitthvað hann fer í að klæða sig, klæði dóttur okkar og fer sig að með hann út í bíl nema það bíllinn okkar er svona við þurfum að leggja hinum yfir götuna þú veist, við erum ekki með bílastæði við húsið og ég er bara eitthvað svona gramsa í dótturinu mínu og eitthvað og er að labba út til þeirra, út í bíl og þegar ég er í dyragættinni að þá bara fann ég bara svona sturlaða rembingstilfinningu og ég fann bara að ég var að fara að fæða barn þarna bara og við erum að tala um það að ég er kannski búin að vera vakandi þarna í hálftíma og maðurinn minn situr út í bíl, þú veist, hinum með göttuna og ég byrja að öskra á hann Davíð, þú veist og hann einhvern veginn sér og ég er að veifa eitthvað höndum og eitthvað svona svo kemur hann svona strunsandi timminn yfir göttuna og ég er náttúrulega bara í dyragættinni með hurðina að opna og hann togar svona í mig þú veist, ég sé það, hann sér að hvað er að gerast þú veist, ég bara held fast í hurðina og sagði bara, ég er ekki að fara fett og hann eitthvað togar og segir svona um mig komdu út í bíl, kona veist, og ég sprakk og látur, ég bara, ha? Hvað varst að kalla mig, konu? Og þá gerist bara það er svona eins og það sé einhver sem barki bara hérna undir nýspætunar á mér. Þannig ég missi jafnvægi og fer bara niður á 4 og ég horfi bara á hann bara allt í einu ég kom á 4 lappir og ég bara, það er að koma barn, viltu hringi 112 núna? Og hann bara, ha? Og þá bara gerði ég bara svona niður um mig og þá bara leita hann við og þá bara komin haus. Oh my. Já, og hann, nú er ég að tala frá hans leið og hann hringir í 112 og maðurinn sem að vinnur neðalinn greinilega vanur
að fá svona einhver paniksímtölum frá verðandi feðrum sem að halda að konuna þeirra segja við það frá að fæða. Hann var vorulegur og eitthvað. Þangað til að maðurinn minn öskraði á hann. Það ég sé haus! Og þá var bara fléttum nokkra blaðsíður og farið ég bara eitthvað allt annað prógram. Það var þar sjúkrabílar á leiðinni. Það bara og gerði þetta. Og hann að maðurinn minn þurfti að smeygja sér svona undir mig. Og síðan kemur dóttur okkar inn og hún náttúrulega bara sér haus, þú veist. Hvað er hún þá, 6 ára eða? Hún var 8 ára. 8 ára. Hún sé bara haus og hún tekur upp símann minn og hringir í foreldra mína. Og mamma og pappi bara, þú veist, þau voru vakandi af því þau voru að bíða eftir henni og þá var náttúrulega bara hlaup út bíl. Og sko, nú er ég að segja þeirra hlið. Af því að meðan þau voru að keyra, sko, heim til mín, að þá segir mamma við pappa, Maggi, þú þarft að sjóða vatn. Þú veist að því það er það sem maður gerir. Það eru börn að fæðast, sjóða vatn. Þetta er pappi mín eða eitthvað sjóða vatn. Og hérna... Það er sóttrins eitthvað. Já, bara sóttrins eitthvað. Ja. Og þú veist, svona, eftir á þegar við erum alltaf að segja svona okkar hliðar, þú veist, þá náttúrulega er þetta bara, þú veist, þetta er bara sena úr svona Woody Allen-mynd. Og síðan, og svo bara kemur rembingur og hún bara skýst út og maður minn náði ekki að grípa hana. Þannig hún fæðist svona á hann og rennur svona á gólfið og ég heyrði það og ég allt í henni bara öskra ég þarna bara á 4 bara, greifst hann ekki? Og síðan eftir á því að ég var ræðið þetta við hann ég bara, akkur náður ekki að grípa hana? Bara, Margrét, þetta var eins og að reyna að grípa lax af því hún var sleip og þá fær hann náttúrulega bara skilja, hann er náttúrulega allan tíma með gaurinn á neðalínunni og hann náttúrulega fær bara þau skilabóðum og hann mætti ekki togna á naflastrengnum. Þannig að dóttur okkar fer og hleypur upp næri handklæði, Davíð vefur hann inn í handklæði og síðan, þú veist, svo bara byrjaði hann að grenja, þú veist, en þessar 30 sekundur eða eitthvað sem að leið frá því að hún var komin út og það heyrðist ekkert, þú veist, það voru náttúrulega bara verstu sekundur lífsmíns, en notabenni allan tíman, þá er ég með hendurnar út á stétt, rassinn inn í gangi, hurðin opin, hverfið bara, hefði geta verið áhorfendur að þessari senu, og ég vakti samt einhverja, ég veit það, þú veist, og einu sem ég var þá á þeim tímapunkti hugsa, ekki koma að bera út, blaðbröðdrengur mætt í því við líka senu, og já, síðan kemur sjúkrabílinn og það kemur bara fyrsti sjúkrabílinn og útleipur Pálmi Hlöðvisson, handboltakappi og einhverja eftir honum og þeir taka bara þá og hvernig að kippa manninu mínu bara, að því hann var bara blár í framann kippa honum bara úr aðstæðum hann bara sögði bara beint við hann við ætlum ekki að fjölga sjúklingum hér Davíð nú eru þú tekin úr aðstæðum þannig að hann bara farið með hann inn í stofu bara settur í sófan þar sem hann satt bara svona lamaður greiðar inn átt sig á því að hann reyndi að taka mútið barnið en mistókst það og þá fóru þeir bara í það náttúrulega bara að klippa naflastreng eitthvað þarna í forstofunni ég eftir að djóka með það þú veist ég allan tíma bara 4 og þú veist að sé bara koma hlaupandi svona niður þú veist stéttina heima hann bara svona fullt af ógeðsla sætum einhver svona íþrótta sjúkraflutningagaurum í einhver bláum samfesting og ég bara þú veist ekki mitt fínasta moment í lífinu og ég var að djóka með að Pálmi hann bara svona séð upp í ristilin á mér sko en hann klippti naflastrengin og síðan kom seinni sjúkrabíllinn og þá kom einhver læknir og það byrjaði allt einhvern veginn að tróðfyllast húsum af einhverju fólki og ég alltaf bara 4 enginn pæli mér og þangað til að mamma og pabbi mættu og mamma er sko svona flugfreyja sko fyrsta freyja Æslandir í 40 ár hún alltaf bara mætti á svæði og tók yfir aðstæður hljóp upp á baðherberginu og náði slopp og svona bretti við rassinn á mér bara já við skulum ekki hafa þetta með þetta sínis nema það þegar pabbi kemur að labba svona stéttina og ég á 4 og við horfðum svona í augu og pabbi bara horfði svona í augun á mér og bara beigði út í garð og var bara þar að meðan að þetta var allt í gangi bara fullt af sjúkrabílum og eitthvað og þeir voru að gera aðrósu á eldsporinu og meðan að þá var mér boðið að fara bara aftur upp í rúm en ég sagði bara nei, ég vil fara inn á spítala þú veist, ég heyrði hann að fæðast á gólfið sko, ég vil vera nálægt læknum næstu sólarhringana. En fylgjan, kom hún strax? Nei, hún kom ekki strax það er náttúrulega auðvitað góð saga á baku hvernig hún kom út. Herðu, síðan ég sett á börur og mér trillað hann upp í sjúkrabíl Pálmi heldur rósu
og þú veist, hann gæti ekki sleppt henni því hún var bara að grípa puttana á hann og þau voru eitthvað að bonda. Það var enginn búin að sjá hana, skilur, nema bara Pálmi Hlöðversson. Svo kemur læknirinn inn í, og hann var með einhvern lækna nema með sér sem var þýskur og læknirinn og læknanemi voru alltaf að tala saman á þýsku. Pálmi situr hann í sjúkrabílnum, hún í klípi í hendina á mér, maðurinn minn situr svona við hliðina á mér með eitthvað svona tösku sem maður er alltaf með tilbúna tösku sko, með töskuna þú veist, hvítur í framan og stjarfur og síðan byrja bara læknirinn á leiðinni í Reykjavík í sjúkrabílnum að hamast náttúrulega á mér að láta mig fæða fylgina og svo svona undir Kópavogsbrúnni þá bara áttaði ég með því hvað hefði gerst og þá springi ég á hlátri og ég bara hló ég hló svo brjálæðast að fylgja hún svona skust út nei, bara og ég hló ég bara, það er örugglega eitthvað svona taugaviðbrigði líka, þetta var sturlaður hlátur og bara eins og það maður er pínur hræddur já, ég spring alltaf á hlátri því ég lendi í eitthvað svona klikkuðum aðstæðum þá fer ég alltaf að hlæja sem er ekkert endilega frábært en þá og ég hló svo gleymi ég ekki þegar við erum að rúlla mér inn á spítalann þá bara svona allt starfsfólki var komið svona til að sko, örugglega búið að fá útkallið sko herri, við erum að koma inn með konu sem fætti barn í fósturni með á sér síðan náttúrulega þurftum við að búa til tíma og þetta var það heimsmeistarakeppni var í fótbolta þannig að við bara byggum til 4-4-2 leikkerfið og fættist 42 mínútur yfir 4 en ég veit ekkert klukka hvað hann fættist og ekki neitt og svo já en svo gaman að segja Anna með læknin sem er náttúrulega ógeðslega fyndið svo flytti ég á Höfn í 2 ár árið 2014 og það er verið að halda á pakkhúsinu, veitingahúsinu þar eitthvað svona krabbameins með kvöld þú veist, heilsugæslustöðin, eitthvað svona bleika slaufan það var læknir með fyrirlestur og það var sjúkraþjálfari með fyrirlestur og þarna var ég búin að vera eitthvað á þingi og ég var beðin að koma að halda eitthvað svona ræðu og ég kem og svona eitthvað svona tala stress og álag og stundu þegar eru við eitthvað svona alltaf ákslega mikið að drífa okkur í að gera alltaf konur og eitthvað og þá fór ég að segja, til dæmis eins og þú veist, ég fæði bara börnin í fórstofugólu heima hjá mér og þá situr læknirinn svona út í horni og eini kallmaðurinn á pakkhúsinu þetta kvöld og svo réttir hann svona upp að hendur og segi, ég var þarna og ég bara leit við og horfði á læknin og þá náttúrulega fór ég bara tilbaka í senu þegar hann er að tala þýsku við nema og reyna að láta mig fæða fylgjuna hann í sjúkrabílnum og það var náttúrulega kveikt á perunum, það væri hann það var Teitur Guðmundsson, læknir þú veist, doktor með hann að pistana og það voru þvílíki endurfundur okkar á milli og meðal okkar tóks bara ágætis vinskapur þú veist, ég bara já þú varst þarna og þannig að já, en Rósa er bara heilbrið ung Pæja í dag útskrifast í Flensborg og alltaf á hverju einsta ári á afmælisdaginn er teknar myndir af henni það sem hún svona situr á gólfinu á forstöðugólfinu heima hjá mér þannig að þetta var alveg en þegar ég eignast síðan 3. barnið þá fekk ég líka fylgd það var bara ljósmóður sem keyrði á eftir okkur inn í Reykjavík og fyrir utan Landspítalann þá bara beið læknateymið eftir mig með hjúkrunarfræðingar og allt bara ef ég myndi fæða bara á bílaplaninu fyrir þetta spítalann og þú veist, það var bara, það var hendi í hjólastól og þannig að þetta var svona, já, vinkonum mínar að kalla mig Teitu svona. Ég missi bara út með börnin. En nei, ég þurfti alveg að fæða þennan yngsta, sko, hann var svo stór, hann var stóran haus. En ég var samt einhver stund að því, en já. Þetta var fæðingarsagan hennar Rósu Davíðsdóttur og trómað sem að því fylgdi og og gaman að segja frá því ef einhver veit hvað pabbi minn er, hann var í trúbrot tónlistarmaður, við kallum hann alltaf Freyji kallinn, þetta er Magnús Kjartason hann þreif upp fæðinguna ef að fólk vil sjá þá senu fyrir sér, þú veist Freyja kallinn á moppa, lega vatn og alls konar drasl upp á forstöðugólfinu heima hjá mér, að þá tók hann það á sig eftir allir voru farnir, mætti hann aftur inn í hús allir sjúkrabílarnir og allt farið og hann þreif elsku kallinn já. Þá getur kannski bara endað því sem að þú byrjaðir á segja að þú tókst átt í Eurovision með honum já, það fóru alveg í ring já, en ég var 12 ára þegar ég áttaði mig á því ég mér langaði ekki að vera tónlistarmaður okay. En ég held ég sé bara á ágætis stað í dag en dásamlegt
Þú veist að valdefla fólk. Já, ætli það ekki. Bara, já. Það er það ekki, það er svona minn tilgangur. Erum við ekki alltaf einhvern veginn að reyna að finna okkar tilgang í þessu lífi? Okkar flæði. Okkar flæði, og það er mitt. Og ég heyri að þetta skipti gífulega miklu máli. Já, það gerir það. Það gerir það. Og ég ræði ekkert við það. Ég veit ekkert hvað hann kemur. Þetta er bara svona. Já, eindásamlegt. Já. En er eitthvað að lokum? Eitthvað sem að Nei, bara okkar að bæta við? þakkaði bara kærlega fyrir að fá mig í heimsönd. Það var dásanleg stund. Þetta er bara búin að vera svo þerapía. og já, ég bara hvet alla til þess að staldra við og gefa sjálfum sér eða börnunum sínum eða unga fólkinu sínu. Það er ekki að vera að valdeflast og finna sig og styrkja sig og komast í eitthvað svona flæði og benda öllum á lífskonunum flatri. Og já. Einmitt, bara á að sé til aðra leiðir en handritið. Já, það er nefnilega, þar gerast oftar en ekki ótrúlegir töfrar sem að fylgja okkur út lífið. Bara takk fyrir og gangið rosa vel með þetta verkefni. Takk. Áður en ég kveð ykkur í dag þá langar mig að hvetja alla til þess að fylgja Heilsu Erla á Instagram og þið sem eru á Facebook endilega finnið hópinn með lífið í lúkunum hlaðvarp og endilega takið þátt í þeim hópi en þar getið þið skengst aðeins inn á bak við tjöldin og séð hvað viðmælendur eru framundan og stundum kemur þátturinn inn þar nokkrum dögum fyrr fyrir þá sem eru rosalega spenntir. Þannig að bara hafið það rosalega gott þangað til næst. Bless, bless.